Hæ, í þessu myndbandi langar mig að sýna ykkur þessa græna förðun sem ég er með á mig núna. En uppistaðan af þessari förðun er nýr litur frá Yves Saint Laurent sem er að koma í sölu núna í þessari viku. Ég er búin að liggja á þessum augnskugum í nokkra viku núna af því ég var það lukkulega að fá að senda nokkuð sýnishorn til að prófa áður svo ég geti sagt ykkur meira frá þeim. En það er komin ný formúla, geðveikir litir. Ég ætla bara að kaupa með fleiri. En undirstaða þessari förðun er græni liturinn númer 9. Rosalega fallegur, svona sansræður litur, ekki glimmeraður, ekki alveg mattur, en svona fallega gilt sansering í honum. Svona æði, rosalega fallegur bara fyrir alla húðliti, alla augnliti, af því að grænni er náttúrulega svona eiginlega blanda heitu og köldu. Þannig að þið ættu í raun öll að komast upp með að vera með græna augnsuga. Bara fyrir eftir hvernig maður notar á. En já, ef ykkur langar að læra og horfa á hvernig ég fór að því að gera þessa förðun, endilega horfa áfram, ekki gleyma að subscribe og likea eða kommenta, mikið ræðst ef viljið. En já, endilega horfa áfram. Takk! Ég er svona aðeins að reyna að koma mér inn í það að byrja að præma húðina. Ég er ennþá að reyna að finna alltaf sem hentar húðinu minni. Og ég held að ég sé svona nokkuð að finna 2 vörur sem henta og ein af þeim er La Base Pro Hydra Glow frá Lancome. Ástæðan fyrir ég fíla þennan primer er að þetta er meira svona kremform. Þetta er ekki þessi hefðbundni svona silicone base. Það virkar ekki á minni húð. Þannig ég tek bara smá og renni yfir allt andlitið. Svo er ég einnig búin að vera að reyna að prófa með þess áfram með Make. Ég ætla núna að nota Taint Visionaire í lit 005 frá Lancome í Sigma 3D Kabuki. En ég hef reyndar aldrei notað þetta Make áður, þannig að við fáum svona first impression aðeins í leiðinni. En allt því að augnlúkið sem ég er að fara að gera er svona frekar auðvelt og ekkert of mikið, þá finnst mér í lagi að setja Make á mig bara fyrst. Næst ætlum við bara að fara beint yfir augun. Ég ætla bara að skilja hitt aðeins eftir í smá stund og ég ætla að nota Contour Eye Primer frá Yves Saint Laurent sem grunn á augnlokin. Þessi er rosalega bara svona léttur húðlitur, þannig að hann dregur til dæmis úr öllum roða sem er á augunum. Augu geta verið rosalega æðaber, þannig að fínt að nota einhver svona húðliti en grunn til þess að maska það allt út. Ekki gleyma að setja smá undir. Sem grunn á augun, ekki grunn, svona grunnliturinn á augun, þá ætla ég að nota High Impact Color Eyeshadow lit nr. 2 frá Yves. Og í bara stóran fluffy busta, þessi er E40 frá Sigma. Og bara til þess að forðast að fá einhver svona línur yfir augun, þá notum við þannig alveg bara yfir allt augnlokið. Og ég verð að segja, þetta er svona eiginlega fyrsti liturinn sem ég finn sem er bara nákvæmlega eins og húðliturinn minn. En þið sjáu það allt í bloggfærsluna fyrir neðan. Tók svona aðeins svona swatches af þessu. Og það alveg, hann sést ekki á mér sem er æði, því það er alltaf gott að eiga einhvern svona algjörlega húðlitaðan grunnlit. Næst ætla ég að taka lit nr. 9 frá Yves Saint Laurent. Þetta er allt úr nýju formúlera sem er bara að koma út núna í þessari viku. Og þá eru augnsugarnir mun kremaðri, pigmentaðri heldur en voru áður. Og við ætlum ég ætla að setja þannig lit alveg yfir allt augnlokið. Mér langar að gera svona hálfgerð smóki, svona grönt smóki. Það hrynur pínu úr þessu litum, þannig ekki þyrla of mikið, heldur bara svona reyni svona meira að leggja það niður.
Það borgar sig alltaf með svona sterka liti að vera með grunn á augunum. Þannig að þeir hafa einhver svona til að festast betur á. Sem blöndunarlit ætla ég að nota augnskugga númer 5 frá Yves Saint Laurent í Fluffy Busta E25. Bara taka mjög lítið af þessum. En nú ætla ég að nota hann bara svona rétt svo til að blanda út í öðrunum. Ég ætla einnig að taka lit númer 5 og setja hann undir augun. Og með því ætla ég að nota MAC 213. Það er svona fluffy, svolítið þéttan busta. Það er alltaf lægt að þetta setja alltaf messja í smá stund að því við höfum eftir að laga með hyljar og annað þá jafnast þetta allt út. Sem eyeliner þá ætla ég að nota Fine Line frá LA Girl í svörtu. Ég ætla að vera dálítið sérvitur í dag og nota 2 maskara. Annar er Le Volume frá Chanel. Ég ætla að setja hann á efri augnlokin, augnhárin. Extended Play Giga Black Glass í Black frá MAC til að setja neðri augnhárin. En hann er besti neðri augnhára maskari sem ég hef fundið. Mæli með honum. Áður ég klára undir augunum þá ætla ég að byrja á að skyggja húðina og setja á mig hyljar annað og fyrir hyljarna í dag ætla ég að nota frá Sleek Correct and Conceal í palettu nr. 1, það er þessi ljósustu litirnir. Ég ætla að nota það í hyljarabusta frá Make Up Store sem er nr. 216 og taka ljósustu litin á palettinni og setja alveg ná vel undir augun og alveg svona aðeins inn í innri augnkrók. En þessi litir eru meira svona notað sem ég vil í raun highlighta. Og til að blanda úr þá ætla ég að nota Real Technique svampímann. Svo ætla ég að taka gula púðrið sem er í palettinu á Sigma F35 og setja þetta yfir alls þar sem ég var búin að setja hyljarann til að festa hann léttilega. Þannig að fara ekki í neina línur. Og líka því að púðrið er gult og svona highlightar þetta enn frekar. Næst til að skyggja húðina og gefa mér smá svona lit í andlitið. Þá ætla ég að nota Beldi Tengt og þetta er litunum 05 sem er alveg dökkur litur. Ég ætla að nota hann í Real Technique busta sem ég ekki hugmynd hvað heitir, sem er bara svona dual hár busti og nota Beldi Tengt sem bara sólapúður. Sem kynnalit þá ætla ég að nota hérna Heart of Light Powder Blush nr. 4 frá Yves Saint Laurent og ég ætla að nota bara í sama busta og ég setti sólapúðru. Það tek bara vel í bustan af kynnalitnum, það er ekki mikill litur sem kemur á honum þannig að gott að byggja hann upp.
Hún gefur bara svona létt bleikakinnur. Ég ætla aðeins að hraðspóla í gegnum svo hvernig ég setja á mér augabrúnirnar af því ég er ekki orðin alveg 100% á hvernig ég nota þessa vöru en ég ætla að nota Dip Brow Pomade í litnum Medium Brown og Ebony. Já, næst ætla ég að taka bara sem eftir í burstan sem við notum frá MAC 217 undir augun og rétt svona aðeins að fínpússa það sem var í gangi þar. En nú langar mig að poppa aðeins lúkið enn frekar upp þó að það sé alveg grænt og svolítið mikið. En ég ætla að nota Artline 24 Hour frá Lancome í lit í grænu. Passa að halla botninum ekki þannig að hellist ekki úr og ég ætla að setja þennan örlítið undir svarta eyðilarinn. Bara svona pínu. Þið þurfum ekki að gera þetta en mér langaði til þess. Nú skulum maskara undir augun fyrst að nú augun tilbúin eiginlega. Og svo af því að ferðunin dramatísk, þá ætla ég að nota dálítið dramatísk augnár líka. Og þetta 218 frá Red Cherry. En þau alveg virkilega svona flutterly og mikil og flott. Á varirnar ætla ég að byrja að nota Graceful, varalitin frá Megastore. Og rétt svo, hvað var nú þetta? Og rétt svo lýsa upp inn á miðjuna. Og ofan á það ætla ég að nota Glazed Lip Paint frá Elegor og þessi litur heitir Elude. Setja bara smá pensil, einhver svona varalita pensil til þess að dreifa úr. Og svona, og nú lúkið tilbúið. Og hvernig finnst ykkur? Ég að elska hana grænlit. Mér finnst hann æðislegur. Var í geðveiku fyrir sumarið, fara svona út og við erum með smá svona poppa lit þar sem allt hvítt úti núna. Ég komið svo mikið ógeðs og snjó. Sumar. En já, ég vona innilega að þið hafa lært eitthvað nýtt og eitthvað skemmtilegt í dag. Og ef ykkur fannst þetta vídeó skemmtilegt, endilega gefið þumul upp. Helst ekki gefa þumul niður. Og kommentið og segjum ykkur hvað ykkur finnst og hvað ykkur langar til að sjá næst eða á næstunni. Og já, þar til næst. Sjáumst!